Þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn og nú komin til mín hún Vilborg og ætlar að segja mér frá dömulegum dekordögum og í tengslum við bleikan október. Velkomin, hér eru slaufurnar komnar. Segðu okkur aðeins, hvernig getur maður orðið sér út svona slaufu? Já, heyrðu, velkomin að taka slaufu í fóstur, þeir sem eru heppnir að búa á Akureyri. Já. Þá mætum við bara með slaufur í staura, það semst lagt inn á reikning hjá okkur og upplýsingarnar eru í dagskráni, eða í N4 dagskráni og svo komum við bara með stiga og nýtum slaufur í staura og svo líka hægt að taka í fóstur. Það slaufur sem við erum búin að binda í miðbænum, þannig ef við viljum styrkja og kannski það ekkert með staur hjá ykkur, þá getið allavega velkomið að borga 5.000 eða meira inn á þennan reikning bara. Þannig að það 5.000 kall svona, meira ef maður vill. Já. Og dagskráin næsta miðvikudag, N4 dagskráin, hún verður með allar upplýsingar um þetta. Annars einhver heimasíða eða netfang sem þú getur gefið upp núna ef fólk æst? Já, Facebook síða dömulegra dekorda og svo upplýsingar um þetta líka í síðustu dagskrá sem kom út á miðvikudaginn var. Glæsilegt. Þetta gerir svolítið bæinn bleikan og flottan. Mér langar í svona slaufu heima hjá mér. Ég ætla að athuga hvort það sé ekki einhver ljósastur. Já, þetta svolítið skemmtilegt. Þetta eru 2000 metrar sem bundið úr og þetta heimilisiðnaður hjá mér í september. Ég prjóna mjög lítið í september en það bundna slaufur. Ert þú bara búin að gera þetta heima hjá þér? Og þetta ágóðin rennur allur til Krabbameinsfélags? Ég Krabbameinsfélags Akureyrar, já. Og svo ertu komin með líka þarna þessar fínu slæður. Já, heyrðu, við fríður hópur var að prenta á þetta í gær, við Centro gefur slæðurnar og svo Dísa á Skjaldavík, hún gerir munstrið og við mættum 15 konur upp í verkmenntaskóla, fáum flotta aðstöðu þar. Já. Og prentum á hann, trykkjum á þetta þannig að engin 2 klútar eins og hér erum við með 6 liti í ár, bleika liti eða liti sem passa við bleika og þessi klútar kosta 3.000 krónur, eru seldir í Centro og Petromyndum, fara í sölu á sunnudaginn eða mánudaginn 1. október. Og það líka að panta það á Facebook síðu fyrir það sem ekki heima á Akureyri. Þetta bara í takmörkuðu upplægi, þetta verða slitið út væntanlega og klárast. Já, fyrstir koma, fyrstir fá. Það 3.000 krónur slæðan? 3.000 krónur slæðan og allir 3.000 kallin fer í pottin sem við styrkjum svo Krabbameinsfélagið. Og þetta verður bara stór upphæð þegar upp verður staðið. Hafið þið eitthvað gert áætlun um það? Hvað þetta getur orðið mikið í heildina? Já, við gerum það fyrir að selja alla klútana, vitum þá hvað við fáum fyrir þá. En með slaufurnar ótrúlega skemmtilegt. Það alltaf óráðið og mjög spennandi. Og svo auk þess fyrir utan slaufurnar, þá eru þátttökugjöld sem eru borguð og mjög stór hluti af þeim fer líka innan pott. Þannig að fyrir það til dæmis þá styrktum við félagið 2,2 milljónir og gerum okkur vonir að verði meira núna. Já, flott. Og sko, dömulegir dekurdagar, það hefst á fimmtudaginn með konukvöldi á Glerártorgi, allt til að segja frá því. Já, konukvöldi á Glerártorgi og þá verða verslanina með veitingar og tilboði og skemmtun og svo verður upp að koma á göngunum. Þannig að þetta verður ótrúlega skemmtilegt kvöld. Og föstudaginn og föstudagskvöldinu miðbæjaröld og það áherslan á miðbæinu og alls konar uppákomur og lengri opnunartími? Í lengri opnunartími og opið til 10 í mörgum búðum og það er alls konar óvænt og skemmtilegt og til dæmis ég veit að verður jazz í Gilinu og það verður spákona og eitthvað fleira á Bláukonunni í Centro og þá verður Hera Björk að syngja kvöldið og Sigga Lund sér tónlistina. Það bara ásatíðastemming, ekki? Eiginlega hjá Ísabellu og Centro. Og svo bara eitthvað óvænt og skemmtilegt og það rauninni ræðst bara því hver býður upp og kemur allt í ljós í næstu N4 dagskrá sem kemur út á miðvikudaginn. Og nú hefur tækifæri til að hvetja önnur fyrirtæki til að láta sér þetta eitthvað sniðugt í hug kannski og bætast þá við, eða? Já, það alltaf eitthvað óvænt og skemmtilegt og það bara hver gerir á sinn hátt, dregur fram eitthvað bleikt og skemmtilegt og þetta ótrúlega skemmtilegu viðburðir í svona kósí október þar sem og kjörið tækifæri fyrir vinkonur, systur, frængur og að koma saman. Við hvetjum fólk til að kíkja á fimmtudag og föstudag og taka þátt í dömulegum dekordögum og bleikum október og láta gott á sig leiða í leiðinni. Alltaf skemmtilegt. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir komuna, Vilborg. Takk fyrir.